Erðar, Ungverjaland á morgun, unnið með 5 stigum fyrir árið síðan. Mikið vatn undir sjávar samt síðan. Hvað þarf Ísland að gera til þess að ná í úrslit hérna í Sheffield höllinni annað kvöld? Við erum að spila mjög vel og svo þurfum við að vera orkumiklir og bara, já, alveg berjast eins og skepnir, sko. Undirbúningur síðustu daga, fyrst í heimkynnum Alba Berlin í Berlín í Þýskalandi, svo komið hingað til Ungverjalands í morgun. Hvernig finnst þér undirbúningurinn hafa gengið svona þessa síðustu daga? Bara mjög góður. Við áttum frábæra æfingar í Þýskalandi og mættum svo hingað í morgun og tókum fína æfingu hér. Þannig það búið að vera skemmtilegt og góður undirbúningur finnst mér og bara, ég held að það sé allir 100% klárir á morgun. Ungverska liðið með gífurlega sterka bakverði sem þarf að elta á röndum væntanlega. Hvernig heldurðu leikurinn eftir að spila svona með tilliti til þessum annað kvöldi? Ég held að við séum bara með jafn góða ef ekki betri bakverði, þannig við getum alveg elta þessa menn og það er bara það sem við erum góður í, er að vera á fullu og elta þessa litlu menn og já, bara djöflast. Það er það sem við þurfum að gera, við þurfum að djöflast í þeim og gera þetta erfitt fyrir það og já, það er svona gameplanið. Ísland náttúrulega einu skoti eða hvernig svo lítur á það frá því að tryggja sig inn á lokamót HM í Georgíu ef við förum til Tbilisi fyrir 2 árum í leik sem Ísland svo sem vann. En íslenska liðið einhvern veginn samt alltaf í leikjum, verið að vinna leiki, þeir eru bara bössa frá því vinna út í Tyrklandi, þeir vinna Ítalíu út á Ítalíu. Nú er mikið undir hjá liðinu, núna bara næstu 3-4 daga. Hvað máli skiptir að hafa unnið svona stóra leiki og komist svona langt á síðustu árum? Já, það er bara mjög mikilvægt og við finnum fyrir þessu momentum eins og við kalla það, momentum og það er bara, við finnum mikið fyrir því og þessi stóru leikir, við erum búin að vera að gera mjög vel í þeim og ég held að það sé eitthvað sem hefur hjálpað okkur bara, eða mun hjálpa okkur í framtíðinni. Það er að hafa spilað þessu stóru mikilvægu leiki og það er reynsla komin þarna. Það eru margir miklir leikmenn í þessu liði og þannig við tökum það með okkur inn í þennan leik og spilum hann samt bara eins og hvern annan leik. Þetta er bara körfubolti og við skiptir ekki máli hvernig, hvað er undir finnst mér. Það er bara að spila körfu. 5 á 5. Já, það er bara þannig. Reyna að hitta og vinna. Kærar þakkir.